Halldór, þú ert nú nýr hérna í Kópavoginum. Hvernig eru þessi fyrstu dagar hérna á vikur? Bara verið mjög fínir, bara hérna virkilega góðir, stór og flottur klúbbur og hérna allt til alls, frábær aðstaða, þannig að ég er bara virkilega sáttur með að vera komin hingað. Það talsverðar breytingar náttúrulega, talsverðar breytingar á leikmannahópnum og þið voruð liðið var í svona basli í fyrravetur, þannig að þetta er mikil áskorun. Já, þetta er mikil áskorun. Ég vissi það svo sem alveg áður en að ég tók við og það var svo sem ekkert vitað fyrir bara rétt undir lokin hvort að ég yrði þjálfari HK í Ólafsdeildinni eða í Grinddeildinni og hérna og það hefði verið ekki breytt neinu með mitt starf. Ég hefði mætt til starfa og hérna og tekið þá áskorun sem hefði verið en við erum í Ólafsdeildinni og hérna eins og þú sagði það hefur búið að vera gríðarlegar breytingar en við svona náum að halda kannski þeim kjarna sem var svona hvað sterkastur frá því fyrra. Auðvitað mistum við Sigurjón í markinu og Kristján Otto sem voru náttúrulega stóri póstar og Pálma líka fyrirliða sem eru náttúrulega mjög stóri póstar í byrjunliðinu frá því fyrra en við höfum svona sem verið að reyna að hérna dekka það með nýjum mönnum og svo auðvitað yngri leikmönnum sem verður bara að koma upp hjá félaginu. Þannig að það er talsverður efniviður úr að spila? Já, það eru efniviður og hérna strákar, líka yngri strákar sem eru kannski ekki orðnir alveg hérna komnir nógu langt en það er alveg efniviður hérna strákum sem að fengu svona aðeins smjörþefinn í fyrra og við ætlum þeim hérna stærra hlutverk í vetur og þeir þurfa bara að stökkva í djúpulögin og það er ekkert annað í boði. Markmiðið er náttúrulega alltaf að gera betur heldur en áður? Já, sjálfsögðu. Það var auðvitað bara stórt markmið fyrra hjá liðinu að halda sér uppi og það tókst og sem var bara virkilega vel gert hjá Basta og Guffa og svo auðvitað liðinu. Við auðvitað núna með miklum breytingum en ég er svo sem alveg sé alveg fullt af möguleikum með þetta lið en það mun auðvitað alveg taka tíma, það mun ekki bara taka 1 ár og það mun taka auðvitað alveg töluverðan tíma að kannski byggja eitthvað upp en fyrst og fremst er náttúrulega bara að halda sér uppi, það er aðal atriðið og sjá svo hvort við getum ekki þrýst okkur eitthvað aðeins ofar heldur en við gerðum í fyrra og það er auðvitað alltaf markmiðið að bæta árangur síðasta árs. Og ég finn að þú segir, þið fenguð þarna leikmenn, Kukobat og svo Leo, Andra, þetta er svona kannski svona stærstu póstarnir? Já, við vorum náttúrulega, eftir að missa Sigurjón þá þurftum við að fara að skoða vel í kringum okkur og við vorum mjög heppnir að fá Jóhann en það vita allir sem hafa verið í kringum íslenska handbolta að hann er bara góður markmaður, virkilega góður markmaður og svo fengum við auðvitað bara uppalda stráka tilbaka í Andra og Leo með mikla reynslu og það var það sem við þurftum auðvitað inn þetta lið ásamt Jóhann að fá reynslunni lið. Við vorum náttúrulega með gríðarlega ungan leikmannahóp og eiginlega nánast bara hver einasti leikmaður er uppalinn. Svo fengum við Tómas Sigurðsson hotnama frá Val sem hefur bara komið gríðarlega vel inn í þetta líka með okkur og hann er eiginlega bara eini leikmaðurinn ásamt Jóhann sem er ekki uppaldir í liðinu og sem er auðvitað gríðarlegur styrkleiki líka fyrir okkur og HK og en við þurfum auðvitað, það var mikilvægt að fá reynslu inn í liðið og ég er gríðarlega ánægður með þessa styrkingu. Það munur svona verða svona kannski annar leikstíl á liðinu í vetur heldur en hefur verið, ekki alltaf breytingar með nýjum mönnum? Jú, að sjálfsögðu eru alveg töluvert mikla breytingar svo sem með minni komu og svo sem annar stíl, sérstaklega kannski sóknarlega sem við erum að spila. Við höldum auðvitað alveg í ákveðna þætti varnarlega sem þetta lið hefur verið að gera síðastliðið ár en sóknarlega eru auðvitað nýr stíl og auðvitað bara svona nýjar áherslur sem að auðvitað koma bara með nýjum mönnum og með mér en og mér finnst auðvitað strákarnir hafa bara tekið því bara vel og en auðvitað myndi að taka tíma og það verður auðvitað alltaf einhverjum hnökrar og það verður auðvitað hnökrar sem að þjálfarateymið þarf auðvitað að leysa og allt það en ég er spenntur, það er skemmtilegt að þetta skulle vera að byrja, þetta er búið að vera langur aðdragandi frá því að ég skrifaði undir og fram að fyrsta leik, alveg einhverjir 9 mánuði nánast, þannig að ég er bara gríðarlega spenntur fyrir framhaldinu. Og eftir 2 ára fjarveru þá ertu komin aftur? Já og vonandi bara reynslun ríkari líka. Ég hafði mjög gott að þessum 2 árum í Danmörku og ég leit kannski bara á þetta sem svona mitt mastersnám kannski bara að fara út í 2 ár og sanga að mér bara svona smá kunnáttu og fá að sjá eitthvað nýtt og ég held að ég hafi svo sannarlega séð margt nýtt sem ég get tekið með mér og margt kannski sem að
er ekki skott sem að ég get líka tekið með mér en ég er bara virkilega spenntur fyrir framhaldinu hérna í Kópavoginum.